Við ætlum að búa til sporbaug eða ellips. Við förum í skets. Við getum gert create skets eða farið beint í sporbauginn hérna, aðgerðina. Ef við viljum festa þessa aðgerð upp í toolbar, þá smellum við hérna á þennan takka. Við ætlum að smella aðgerðina og þá verður til skets og við búum til sketsin. Og við sjáum það þegar sketsin verður til, þá kemur hann hingað. Ok, við ætlum að smella hérna, þurfum ekki að ákvarða neina sérstaka lengd. Núna, en við getum alltaf farið hérna tilbaka og laga það. Við ætlum bara að setja hérna núna bara 70 í þessa hæðarlengd hérna og ýta á enter. Svona, þá erum við búin að búa til sporbauginn út frá miðju. Það er alltaf hægt að fara í skets og skets dimension. Ég er með það hérna í flýtinappinum eða ýta á D og ég get farið hérna á milli punktana og breytt stærðinni. Þetta er 70, við erum aftur hérna og veljum þessa hérna stærð, svona. Og ég get farið hingað og sagt 150, eða hvaða tölu sem er. Ok, ég ætla að ýta á escape. Ef við viljum vinna þess með sporbauginn, þá getum við eytt þessum tölum og ef við viljum vinna handvirkt með hann, ég get eytt þessum mælingum hérna og við getum togað þetta til og breytt þessu. Ef við viljum snúa sporbaugnum, þá getum við valið hann allan og ýtt á M og þá fáum við upp þennan glugga hérna. Við getum farið hérna í þessi aðgerð hérna, snúa, beint, eða þá að við getum farið og breytt punktinu sem við viljum að snúist. Set pivot point og við getum fært þetta til. Ok, ég ætla að ýta á escape og losa aðgerðina. Svona. Við getum auðvitað teikna ofan í þetta fleiri sporbauga. Svona. Og þannig unnið með formin. Við getum stop skets, gert stop skets. Þá erum við komin inn í þrívíða umhverfið og við getum dregið þessi form yfir í þrívídd. Með því að smella á E-takkann. Við ætlum ekki að fara lengra í bili. Takk fyrir.